þessari gríðarlega þéttu botnbaráttu þá skipta sigrar ansi miklu máli, þannig að það er mikið undir hér í dag þegar F-áingar koma okkur á stað. Það hefur verið jafnræði. Það kemur Pótónum þetta framhjá varnarmanninum, situr hann svo til hliðar í áttina Jakobi en það er ekki að tengja alveg saman þarna, tækling frá Adolfi Daða, ennþá ekkert flautað, Adam Ægir fyrir skoti, þessi bolti. Kjartan Kári sem að tekur þetta hérna, flatur bolti af hestökina sem að Stefansson var mættun og hann ekki að skalla þetta aftur fyrir marking og pressa hins vegar Jóhannesi hérna sem að vinnur boltan tilbaka fyrir F-áinga, þá smettir hann honum fyrir og þetta var góður bolti sem að fann kollin. Kjartan Kári, þetta er fastur bolti, stendir þarna á markmannshornið en Ívar stóð keikur í markinu og náði að stíða þessuna þriggjamanna veggur hjá KM-mönnum. Það er Kjartan Kári sem tekur þetta, þessi bolti er hátt á KM-mönnum. Ekki ennþá skorað í bestu deildinni á þessu tímabili, kom með 3 stóðsendingar þó en svona verið langt frá sínu besta hér nú KM-menn konur í skotstöðu og Adam Ægir lét þarna bara fyrir F-á, sem að Kjartan Kári tekur skallinn á nærstöngin frá Ísaki Óla sem er að koma F-á yfir hér á 70. mínútu. Ísinn brotinn á Greifavellinum. Það eru gestirnir í F-á sem að taka forystuna hér. Ísak Óli að skora annað mark sitt á þessu tímabili, er að rísa upp á nærstönginu, vinna skallegin við Hans Viktor. Það verður þetta á nærstönginu. Það væri að snúa, kannski ekki aldrei, færa hann aftur hér. Pedersen setur hann tilbaka, Hallgrímur með skoti sem að fer framhjá hins vegar. Adam boltinn dettur inn á Jakob Héðinn sem er í dauðafæri en Jökull snöggur út markinu og nær að loka. Og hætti stimpið yfir þessu því að Baldur Kári sparkaði boltanum í Adam Ægir og þaðan berst hann einhvern veginn inn fyrir Jakob Héðinn Róbertsson þarna en Jökull gerir það sem að markmenn eiga að gera, hann er snöggur út af línunni og nær að loka á skotvíkil þarna hjá